komið sæl, það sunnudagur og þá eru synir Egils hér á samstöðinni. Gesti mínir núna í þessu fyrri hluta þáttarins eru Helga Þóradóttir borgarfulltrúi, Sigmar Guðmundsson alþingismaður, Páll Baldvin Baldvinsson rithöfundur og eftirlaunamaður. Eftirlaunamaður, ellilífeyrisþegi. Já, þú ert ekki að þykja neitt, þú átt þetta sko. Já. Já, maður verður hlis. Og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og borgarfulltrúi. Verið velkomin. Takk. Mig langar einhvern veginn að byrja fyrir vestan í Bandaríkjunum og hjá Trump og félögum. Þetta virðist alltaf verða gjörbreytt heimsmynd. Byrjum á þér, Stefán. Þú ert mikil áhugamæður hernað. Sérstaklega áhugamæður hernað og kem eiginlega ekkert öðruvísi í þetta sett heldur en til þess að ræða Trump. Þetta minnir á fyrra kjörtímabili þar sem að maður vaknaði alltaf við morgunfréttirnar og þá snerist allt það hvað hafði Trump sett inn á Twitter þá nóttina. Og í rauninni þetta náttúrulega þetta náttúrulega dálítið magnað að við erum með Bandaríkjaforseta sem heldur nálega daglega blaðamannafundi og þetta það gátu liðið vikur á milli þess að forveri hans kæmi og talaði eða flytti ávarp eða eitthvað slíkt og svo bara skotið í allar áttir og við erum dálítið á tilfinningunni að það sé bara slett í vegginn og sé hvað tollir. Þannig að það þarf einhvern veginn, við erum í þeirri stöðu að forseti Bandaríkjanna kemur og með einhverjar yfirlýsingar og við þurfum síðan alltaf einhvern veginn að byrja að hugsa að hvað miklu leyti eigum við að taka mark á þessu og hversu djúpt ristir þetta og svona eða þurfum við í raun og veru að hafa bara stórkostlegar áhyggjur og sprengjurnar fara að falla. Þannig að þetta eru maður var að gleyma þessu en þetta er mjög taugatrekkjandi og þetta verða taugatrekkjandi 4 ár. Já, það ekki. Páll Baldvin. Já, maður náttúrulega gerir sér vonir það að þessari taktík linni eftir því sem að andstaðan magnast upp og skipuleggur sig gegn þessari stjórn þannig fyrir vestan og bommerturnar fari náttúrulega að líta dagsins ljós og verði fleiri og málaferlin gegn á fylkisgrundvellinum verði það mörg að það fara út í eitthvað þóf en þetta náttúrulega ískyggilegt ástand sérstaklega vegna þess að við erum náttúrulega undir barðinu á þessu ríki og höfum verið náttúrulega lengi 51 þá voru þeir komnir hérna inn á hefnina með 13 skip og flugvélarnar lentu bara daginn sem að meirihluti þingsins var eiginlega neyddur til þess að skrifa undir samninginn og þeir fóru bara þegar þeim sýndist. Þannig að þeirra hálfu þá hefur það algjörlega verið ljóst að við erum bara svona pínulítið skeri þeirra varnar kerfi. Og ef þeir eru svona ásæknir Grænland að þá náttúrulega fljótu við með. Og það sem að kemur mann eiginlega mest á óvart það hvað allir eru bara steinhissa á því. Og algjörlega óviðbúnir. Við uppgöta það við höfum með bara 200 milljón landhelgi og við höfum ekki nokkur búnað til þess að fylgjast með því hvað gerist á því hafsvæði. Hvorki skip, flugvílar, drónan í eitt eða neitt. Þannig að það eru bara allir standandi hissa með buxurnar niður sig. Því miður. Við keyptum mikið af vopnum hérna þegar að stóra ráðstefnan var í Hörpu. En þá voru keyptar allskins skottbyssur. En Sigmar, þinginu, þú ert ekki í utanríkismálanefnd? Ég er í utanríkismálanefnd og reynda líka í Íslandsdeild NATO og það er auðvitað talsvert verið að fjalla þessi mál þar og svo er það bara auðvitað öllu opinber umræða. En ég er alveg sammála því það sem er svolítið óvinnilegt, það er að við erum með svo óútreiknanlegan mann í Hvíta húsinu. Við vitum í raun og veru ekkert hvað er að fara að koma eða hvort að orðum fylgi alvara og allt þetta Ég er ekki eins og margir segja að þetta er bara Donald Trump, þetta er bara 4 ár, hann segir alls konar og við þurfum ekkert að taka mark á því. Ég vil ekki hugsa þannig.
Hann hefur alveg óbáslega sterk tök á sínum flokki í Bandaríkjunum, mjög sterk, miklu sterkari heldur en held ég á fyrra kjörtímabilinu. Og maður alveg svona að hugsi yfir því hvort að pólitíkin vestanhafs sé að breytast bara til frambúðar eða minnstakosti núna eitthvað tíma. Ég meina, þetta svolítið skrítið, það endalausar pælingar og áform og verið að setja á tolla og taka af tolla og þetta svona svolítið eins og Stefán segir, sko, það verið að kasta málingu og sjá hvað heldur og hvað virkar og þetta bara eitthvað sem við höfum ekki að venjast úr þessari átt. Nei. En ég get svo sem alveg tekið undir það sem verið að segja hér að til dæmis það sem hann hefur verið að segja Grænland. Ef að Grænland mikilvægt fyrir Bandaríkin út frá einhverjum varnarhagsmunum og einhverju geopólitík þá á það nákvæmlega sama við Ísland. Sem að ég held reyndar að segja okkur þá líka að þessi varnarsamningur sem að við erum með gagnvart Bandaríkjunum að hann sé nú þess eðlis að það sé vörn og hald í honum. En það var mjög áhugavert til dæmis að fara, ég fór á fund í febrúar með NATO þingmönnum og það auðvitað bara þannig sem sagt fólk og þingmenn frá löndum sem eiga að landa með annarkvort að Rússlandi eða Úkraínu eru bara á nálum. Og miklu erfiðar og þyngri umræðan þessa hluti þar heldur en hér heima. Fólk bara veit einfaldlega ekkert nákvæmlega hvernig á að taka þessu. Svo auðvitað var alveg skelfilegt að sjá þennan fund þarna í Hvítahúsinu með Zelenski en síðan hefur það svona einhverju leyti farið tilbaka líka. Þannig að þetta svolítið eins og Stefán að nefna, það kemur eitthvað eitt að kvöldi og svo kom eitthvað annað daginn eftir. Það bara svolítið erfitt að fylgjast með þessu. Ég vil nú reyndar treysta því og trúa að þetta fari nú kannski ágætlega og það verði áfram svolítið þétt samvinna á milli Bandaríkjanna og Evrópu. En ekki verið að stofna nýja deild nefnd í þinginu, öryggis- og varnarmálanefnd? Nei, þessi hlutir heyra undir utanríkismálanefnd en það svona verið að stofna sérstakann þingmannahóp sem á að vinna í þessari varnarmálastefnu sem á að koma núna fljótlega. Þannig að það auðvitað verið að fylgjast með þessu út allt og svona verið að reyna að styrkja ákveðin element. Það auðvitað mikið verið að tala hversu miklu þjóðir að verja til varnarmála sem eru innan NATO og við erum auðvitað svolítið sér á báti þar með miklu minna framlag en það auðvitað helgast af því að við erum ekki að halda úti her með dýrum og miklum launakostnaði og lífeyrisskuldbindingum og öllu slíku og hingað til hefur nú alveg verið skilningur á því að svona okkar framlög kannski annars eðlis heldur en Evrópuþjóðana til dæmis. Fyrir ekki svo mörgum ára síðan þá var það bara kom ekki til greina að væri kæmi til dæmis til Reykjavíkur kafbátarknúnir með kjarnorku en svo bara fyrir örfáum viku síðan þá var verið að mynda bara þannig kafbát bara á Eyjafirði það sem eins og við séum eitthvað svona ekki áður voru mótmæli út af svona, það ekki rétt hjá mér? Jú, reyndar þetta nú svo sem þetta ekki eins fágætt og látið líka að þarna í fréttinni en menn hafa sem sagt, það var veitt heimil til þess að kafbátar myndu hafa áhafnarskipti og vistaskipti hér við Ísland og svona rökstutt með því að þetta væri mikið hagræði að það þyrfti ekki að fara til Noregs eða hvað það væri við þetta. Það sem að ég svona sem ég og mínir félagar svona vöru nú við í þessu var það að við upplifum það mjög sterkt að þannig væri svona verið að venja fólk við hugmyndina að þegar að þetta væri búið að gerast í nokkur misseri þá yrði lítið skref að koma og segja já, ég meina úr því að þeir eru nú hérna rétt fyrir utan, skiptir þá öllu máli þó að við búum hérna til hafnarkanti í Helguvík og ég er ekki undrandi ef svo yrði raunin. Þannig að ég hef nú upplifað þessar kafbátaheimsóknir sem svona ákveðna salamítaktík hjá utanríkisráðuneytinu og stjórnum Bandaríska hersins. Vona að þessi spádómur reynist ekki réttur. Helga, þú náttúrulega eins og aðrir þetta fyrirferða mikla ríkisstjórn í Bandaríkjunum eða forsetinn og Elon Musk. Já, ég bara verði eiginlega alltaf bara svolítið stressuð þegar ég hlusta á hann og ég held að sé
mjög margir og bara Guðs lofa, hann getur ekki búið sig fram aftur og maður bara fegin að tíminn líður og það verður ekkert, en við sjáum hann að gera ýmislegt. Ég meina það brotin, hann að minnka mannréttindi, skerða mannréttindi og bara alls konar varðandi kennslu og bara hræðilegi hlutir sem að gerast og svo þetta náttúrulega ekki bara stríð sem náttúrulega skelfilegt sem getur haft áhrif á okkur, þessi og sem hann verðist bara setja á hægri vinstri, þetta náttúrulega getur haft áhrif á efnahaginn hjá okkur að hækka vöruverð og annað og varðandi þetta svo sérkennileg þetta bara svo eitthvað ótrúlegt eins og þetta að taka Grænland og hugsanlega eins og þið segið þá lítið mál að taka Ísland og maður bara einhvern veginn, nú hefur til dæmis ég fylgst vel með undanfari í stjórnmálum, það hefur svona utanríkismál hafa ekkert verið mjög hátt skrifuð í umræðinni eins og þessi málefni, þannig að þetta einhvern veginn bara allt saman mjög óþægilegt. En ég sé ágætt líka að hafa í huga Grænlendingar í öllum meginatriðum, samningurinn sem þessi þróunarsaga og samskiptasaga Íslendinga og Bandaríkjanna og Grænlendinga og Bandaríkjamanna hefur alltaf verið svo sama. Grænland hernumið á eða yfirtekið af Bandaríkjamönnum á nokkurn í sama tíma og Ísland í stríðinu. Það svona vika sem líður á milli þess að þessi gerðu samningur varnarsamningurinn við Bandaríkin 1951 og sambærilegur samningur við Grænland líka. Og ástæðan fyrir þessari miklu ásælni Bandaríkjamanna á Grænlandi, þar sem þeir eru reyndar þegar með fyrirsamning sem gefur þeim bara eiginlega sjálfdæmi það hvað þeir vilji vera með mikil umsvif, það að þar hafa þeir byggt upp lykilstöðvar í sínu kerfi. Það bara lykilstöðvar í eftirlitskerfi fyrir eldflaugar hjá Bandaríkjaher eru á Grænlandi. Þannig að þeim meiri hernaðarviðbúnaður sem að Bandaríkjamenn hafa í landinu, þeim meiri þörf upplifa þeir fyrir að ráða þar lögum og lofum. Og í því held ég að sé nú bara lærdómur fyrir okkur Íslendinga ég held að það hafi verið bara í ljósi þess sem að gerast núna hafi það verið mikil blessun að Bandaríkjamenn lokuðu Keflavíkurstöðinni 2006 þó þetta mikið. Það að reyna að opna á aukin umsvif hérna eða hampa varnarsamningnum sem einhverju mikilvægu gagni fyrir okkar öryggi, það bara að bjóða hættunni heim. Já, Mörður Árnason var hérna hjá mér daginn og hann var þá nýbúinn að lesa þennan samning og hann gat ekki lesið út úr annað en það að þetta sneri reyna bara á annan veginn að þeim væri heimilt að koma hingað en ekkert ákvæði hvað við getum rekið á burtu eða ekki lyftið inn í landið. Þannig að það bara þetta svo ótrúlegt hvað við erum að tala að þetta skuli vera eiginlega í öllum bara vestrænum fjölmiðlum þá alltaf einhverja fréttir þaðan úr Hvítahúsinu og ógnir og eins og Sigmar segir síðan að ég held að við eigum ekki að persónur gera þetta of mikið í Trump því að við sáum það að af þeim utanríkisákvörðunum sem að Trump-stjórnin fyrri tók að Biden-stjórnin sneri nánast engu við af því. Það var Trump-stjórnin sem að varpaði sprengju inn í Miðausturlönd með því að færa sendiráðið frá Tel Aviv til Jerúsalem og marka þá stefnu að best væri að hafa Palestínumenn ekkert með í ráðum varðandi málefni þeirra heldur eftir bara Bandaríkin Ísrael og nokkur furstaríki við Persaflóa að ákveða niðurstöðuna þar. Biden-stjórnin hélt þeirri stefnu fullkomlega áfram og við sáum síðan afleiðingarnar. Þannig að það ekkert sem segir að þó að demókratar komist til valda eftir 4 ár að það verið tekin einhver punktbeygja varðandi utanríkismál, bara þvert á móti.
Nei, ég minna við erum náttúrulega, við erum í þeirri stöðu að það þetta bara ekkert að langt síðan að Rússar fóru bara inn í Úkraínu, sko. Auðvitað hefur þetta mikil áhrif á alla umræðu, sko. Og já, ég minna, einmitt þetta sem í Miðausturlöndum, sko, nú eru bara svona einhverjar hugmyndir uppi það að það bara fara í einhverja þvingaða þjóðflutninga á Palestínumönnum, jafnvel bara til Afríku, í aðra heimsálfu, sko. Það eru svona alls konar hlutir einhverjir í gangi í umræðinni sem maður skilur ekki alveg og það þessi óútreiknanleiki sem maður að tala En auðvitað það þannig að kerfið í Bandaríkjunum, maður nú að vonast til þess að þetta snúist nú ekki bara mannin í Hvíta húsinu, að það sé svona einhver temprun valds í gangi sem að getur svona kannski tekið úr því versta. Því ekki búið að samþykkja allar tilskipanir sem hann skrifaði á fyrsta degi? Nei, sumt af því sem hefur verið snúið við af dómstólum og kannski eftir að fara lengra og annað. En á ekki að fara inn í þingið? Nei, hann veðjar á að hann geti gert hluti í krafti tilskipunarvalds og síðan eru dómstólar að vinda ofan af því og henda því tilbaka og segja þetta fyrir utan hans valdsvið og þingið hefur að taka ákvörðun. Og hluta til hann hefur aldrei órað fyrir því að allar þessar tilskipanir sem hann keyrði í gegn á fyrsta degi að þetta myndi allt saman ná í gegn. Það var alveg ljóst að þetta myndi velkjast í dómstólum jafnvel svo árum skipti. Páll Baldvin talaði nú hérna áðan sko andstöðuna innanlands og mann sýnist það að hún sé að aukast á grasrótarstiginu en svo sér maður það líka þeir sem eru að tala bandarísku stjórnmálin að þeir eru eiginlega bara í sínum yfir hvað demókratarnir eru slappir á þinginu. Með afskaplega gamla forystumenn, þetta er sannkallað öldungaráð á bandaríska þinginu og mjög veiklulegt andóf sem kemur á pólitíska sviðinu frá neina því sem þessi nýja stjórn er að gera. Það er svo, menn séu sjokki þar eins og annars staðar. Þegar hann ávarpaði þingið, þá var það bara einn demokrati sem hætti ekki að púa á hann og hann var fjarlægur úr þingsalnum. Las ég þar. En hér eru við líka að glíma við svona erfið mál eins og til dæmis bara þetta morð sem var framið í Gufunesi og nú eru 5 eða 6, það var einu bætt við í gæsluvarðhald núna og alltaf þegar eitthvað svona mál eru þá líður okkur svolítið illa þeim við inn í líkamannum, er það ekki? Páll Baldvin, þú þagar svo engi. Já, ég veit ekki hvað skal segja út af þessum hörmulegu atburðum en það er náttúrulega ljóst held í orðið að innan bæjarsamfélagsins og þá er ég ekki að tala bara Litlu Reykjavík og Stóru Reykjavík og nágranna sveitafélög og bara bæjarsamfélagið all land og þá eru að gerast atburðir af þessu tagi og koma öllum á óvart vissulega en þess að það á engin von á því að svona en það virðist vera að það sé orðið það ástand, það félagslega ástand í samfélögum á Íslandi að þar eru einstaklingar sem að eru fíklar eða svo ofbeldissinnaðir og hafa farið þannig í lífinu að þeir skýrast ekki við að taka líf annarra. Gangum vopnaðir. Já. Svo við sem eldri erum, við fengum kannski dálk í fermingargjöf eitthvað sem voru með á okkur en aldrei nokkrum mann í huga notan til að stinga annan mann, voru bara að taka spýtur. En þetta er bara að þróast yfir í svona hrylling. Já, nú er svolítið erfitt að átta sig á því, það er þetta svona, þetta er nýskeðu þetta og Það er eiginlega ekki hægt. Nei, en svona samt að þú veist, ég meina það sem hefur komið inn í umræðinu er að þetta sé mögulega eitthvað svona tálbeitu dæmi, því að það hafa verið eitthvað svona tálbeitu hópar sem að lögregla hefur auðvitað verið að vara mjög mikið við þegar að í raun og veru eitthvað fólk er að taka lögin í sínar eigin hendur og þá svona undir einhverjum formerkjum að það sé verið að gera eitthvað gagg sem að réttakerfið ná ekki utanum og annað, þannig að það er auðvitað svona einhver strúktúr sem við þurfum auðvitað að hafa í huga í þessu.
En í þessu máli eru náttúrulega í gæsluvarðhaldi hefur komið fram í fréttum svona þekktir ofbeldismenn og þetta eru þetta svona í grunninn að manni skilst einhver fjárkúgun sem að þarna er í gangi. En þetta bregður okkur alveg svakalega við þetta sko. Þetta virkar svo fólskulegt sko. En við svo sem vitum ekki alveg nákvæmlega atburðarásin eða hvað var, hvort að þarna hafi hreinlega verið gengið til verks í því skyni að sálga manninum eða hvort að þarna hafi bara eitthvað farið úr böndunum og menn ekki ætla að láta þetta ganga svona langt en hérna svona erfitt að ná utanum þetta á meðan þetta er á rannsóknarstigi. Þetta er alveg hrikalegt mál og kallar örugglega á í framhaldinu þegar við vitum málavöxtu einhverja skoðun á því, er þetta birtingamynd á einhverju sem við þurfum að takast á þessu samfélag sko. Það er sko eins og komið fram, það er ekkit að finna einar sakir á þennan látna. Nei. Að hann hefur hvergi gert sig sko, eða komið við sögu í neinum sakamálum, en þá er það kannski hann hefur átt einhvern pening og þá bara kemur einhver glæpaklíka sko. Ég held að við mögum kannski ekki taka svona einstaka mál, en ég held að við þurfum að horfast í augu við það að hnífaburður og vopnaburður og meir harka hefur aukist í samfélaginu og við höfum bara kannski svolítið sofið á verðinum og ég vil meina það að því ég var nú hérna í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði og tala þetta strax þar sem ég er kennari og heyrði í skólasamfélaginu hérna bara því ég kem inn í borgarstjórn fyrir 3 árum og þá var ég farin að heyra það í samfélaginu, kennarar og svona og líka afleiðingarna þar sem ég var að vinna á Barnaspítala Hringsins, kenndi þar. En þá þegar ég bar upp tillögu í borgarstjórn að fara strax að vinna gegn þessu, að þá var bara hvað ert að tala um? Við höfum bara svolítið einhvern veginn ekki verið nógu vakandi en svo þegar ég fór rúma ári seinna á ráðstöfunni í Nordic Safe Cities að þá var verið að lýsa þessu sama og svona, þá voru þau svona og það kemur allt til Íslands aðeins seinna. Þannig að er nú kannski eitthvað til í þessu sem þú ert búin að vera að tuða helga. En núna náttúrulega er ég formaður skóla og frístundaráðs og þar er mikið rætt þetta aukna ofbeldi hjá nemendum og við nýjasta dæmið eins og í Breiðholtinu sem ég vilja tala sem eitt skóla, ég vil það ekki vissulega kemur þetta upp þarna þar í samfélaginu og það er strax gripið til ráðstafana, við höfum gert það en auðvitað er þetta bara samfélagsmein sem að við þurfum bara, það er ekki bara skóla og frístundaráð, þetta er náttúrulega lögreglan og barnavernd og það var nú eitt sem ég er nú afskaplega ánægð með að ég hvatt mikið til þess að bara með einu af mínum fyrstu áhugamálum að fjölga hérna í samfélagslögreglunni og það var bara tekið upp núna á þessu kjörtímabili og það hefur haft mjög mikið að segja þessi viðvera samfélagslögreglu í skólum? Bara til dæmis eins og núna það er mikið nemendur og unga fólki okkar safna saman í Mjóddinni og þar hafa þeir auki viðveru og líka félagsmiðstöða fólk og til að reyna að koma í veg fyrir þetta en ég held að mín hugmyndi er svolítið svona eins og sem ég talaði strax fyrir næstu því 3 árum að við þyrftum eiginlega að taka svolítið á þessu eins og við gerðum hérna með vímuefnin hérna þegar ég kom heim allavega frá Svíþjóð 99 að þá var alveg svona herferð í gangi fyrir ungmennin og foreldrar voru í göngum og þá var virkilega tekið á þessu og eftir hefur verið tekið hvað það tókst vel hjá okkur að ungmennin þau minnkuðu drykkju og ég held að þetta sé svona
eitthvað svona sem við þurfum að taka svolítið höndu saman, foreldrar og samfélagi, skólinn og allir þeir sem að vinna með unglinga og það sem svo hættulegt að þessir hana gengi sem eru svona komin í eiturlyf og þetta harða liðs tengi sjálfs á þessu hræðilega morði, en það sem til dæmis að gerast á Norðurlöndunum að þau nálgast oft unglinga sem í viðkvæmri stöðu og draga það inn í starfsemina og það eitthvað líka náttúrulega með samfélagsgerðina að gera að það komin stór hópur sem við ekki að fá að blómstra og njóta sín, að þá eru þessi ungmenni í hættu að dragast inn í svona klíkur, glæpa klíkur. Og eins og bara því miður, það dæmum, það ekki langt síðan, bara menninganótt til dæmis svona ungum maður sem að reiði sig ekki sko, og er vopnaður og það ekki góð, en það annað líka sem að mér langar að ræða sem ekki síður sorglegt, það þetta í Neskaupstað. Þannig að þegar að maður, hann sýknaður sem sagt af ákærinu að hafa drepið hann hjón og sögur þess að hann bara ósakhæfur og þá spyr maður nú, sko, samfélagi hefur brugðist þarna, það ekki, hann á ekki að vera það sem hann var, þetta á að vera ómögulegt. Nei, við vitum náttúrulega að geðheilbrigðiskerfið hefur verið ekki, því hefur ekki verið sinnt nógu vel. Nei. Það staðreynd og talandi þá með svona afleiðingum? Já, með svona afleiðingum og líka annað sem ég vil tala að því ég var nú í velferðarráði að þessi öryggisvistun og gæsla að það sem að við reyndum að benda á ríkið á að sinna þessu að því sveitarfélögin hafa ekkert burði í þetta. En nú nýja ríkisstjórnin ætlar að taka á þessu, heyri ég. Sigmundur starri þessu. Nei, þetta grafalvarlegt. Þegar einstaklingar eru bara hættulegir sjálfu sér og öðrum eru kannski nýkomnir úr fangelsi og það ekkert úrræði. Nei, með þessum afleiðingum. Svo stundum það nú líka það að það ekki bara úrræðaleysi, heldur líka ef að menn hafna öllum úrræðum og pínlítið óþægilegt að ræða sko bara stór samfélagsmál sko út frá tilteknum það bara ekki hægt en það þurfum við rauninni ekki að tína til einstök mál, ég meina við bara upplifum það öll að bara fyrir 20-30 árum að þá var sko morð var svo bara sko einstakur sláandi atburður í samfélaginu, setti bara alltaf á hliðina í margar vikur. Núna þetta bara orðið margfalt algengara og já, og svona nánast kannski bara orðið eins og svona söð í bakgrunnunum á köflum. En ég segi líka ég var gerður að borgarfulltrúa í kynningu, ég nú ennþá bara var að borgarfulltrúa, en ég hins vegar í ráðinu með Helgu í skólaráðinu. Hef líka verið í menningar- og íþróttaráðinu sem að snýr mikið á ungmennum líka, þannig að það að geta verið þeim megin við borðið, þá sér maður að við erum líka að gera margt. Það eru mörg mikilvæg verkefni í gangi, það rosalega mikið af eldhugum þarna úti. Ég meina bara fólk sem að vinna í opinbera kerfinu að fara inn í kannski svona skólana sem að eru í viðkvæmustri stöðu í borginni og búa til verkefni og reyna að grípa einstaklingana. Það ekki patentlausn í þessu. En það náttúrulega alveg ljóst að það þarf að bæta vel í sérstaklega geðheilbrigðismálin. Það algjörlega ljóst. Það náttúrulega alveg óþolandi að það sé sko gríðarleg bíð eftir því að geta bara komið krökkum inn í eitthvað kerfi. Bara því það verið að bíða eftir einhverju sko greiningu og einhverju viðtali sem á sér ekki stað fyrir en eftir marga mánuði og
ég meina, þetta er samfélagslegt verkefni, ég held að það sé ekki pólitískur ágreiningur það að við Ég þurfum að verð leysa aðeins að sko, þegar svona vondmál koma upp, þá eru þau oft tilefni til að ræða sko, hvers vegna, hvað brást svona, eins og í þessu tilfelli að maðurinn hann er sýknaður vegna þess hvað maður veikur. Já, hann er metinn ósakhæfur, ég myndi ekki nota orðalagi sýknaður. Nei, hann er ekki sýknaður. Já, ég er að taka bara fyrirsögn okkur. Mér fannst þetta óheppileg fyrirsögn vegna þess að það er ekki sami hluturinn, sko. Það er talsvert annað. Já. Nei, en þú veist, þetta er svakalega... Þú þekkir þetta bara fyrir störfiðinum að svona vondmál, þau verða oft sko umræðu. Það er líka alveg rétt sem að Stefán segir. Það er erfitt að ræða þetta út frá einstökum málum, en það eru þessi einstakum mál sem að ýta umræðinu alltaf upp, sko. Og mér finnst við alltaf svona hafa í gegnum tíðina verið svolítið að hjakka í sama farinu. Ég meina, tökum bara sem dæmi þegar fangar veikjast alvarlega í fangelsum, fara jafnvel í geðrof eða eitthvað. Þú veist, það er búið að vera svona störukeppni árum saman á milli ráðuneyta og ráðuneytis og spítalas það hvernig að bregðast við, sko. Það er verið að færa veikan mann úr fangaklefa þar sem hann áður þetta ekki að vera ef hann er í geðrofi og veikur inn á sjúkrastofnun og sjúkrastofnunin getur ekki tekið við og það þarf að fara að fangaverði með og svo fangelsismálastofnun ekki pening lengur fyrir því að láta fangaverðina sitja yfir og þá bara farið með allt aftur inn í fangaklefan. Þetta er allt einhvern veginn svona og þú veist, kerfið okkar hefur þetta verið svolítið fast í sílóm og vanta svona meira samtal þarna á milli. Þetta er einhvern veginn svona eitthvað eilíða verkefni sem að manni finnst svona svolítið svo utanfrá séð að það þurfi bara svolítið að taka svona einhver almennilega ákvörðun, hvernig ætlum við að hafa þessa hluti. Einmitt, sko. En ég meina, í sumum tilfellum vantar okkur líka bara hreinlega fagfólk. Það er ekki þannig að það sé of mikið af geðlæknum til dæmis hérna á Íslandi. Þetta er mjög erfitt fyrir fólk að fá tíma til dæmis hjá geðlækni, bara svo við tökum það sem dæmi. Við vorum með svona eitt úrræði sem að geta nú eitthvað tekið svona á þessu sem að var að niðurgreiða sálfræðiþjónustu, að gera hana aðgengilegri líka. Þú veist, það er alls konar svona leiðir sem að hægt er að fara. En ég er svolítið sammála ykkur báðum. Það er erfitt að ræða þetta út frá einstökum málum. En salurinn þarna úti, móttakarinn hjá fólki, hann er virkastur þegar það eru einstök mál í gangi, sko. Þannig að við eiginlega svona getum einhvern veginn ekki ítt einstökum málunum alveg frá okkur, en notum við þá sem tilefni til þess að reyna mögulega að ræða eitthvað kerfið, sko. En það er úrræðaleysi og ég meina, þú veist, við erum auðvitað rosalega mikið að ræða börn núna, börn sem eru á erfiðum stað og tala börn með fjölþættan vanda og þú veist, við erum í þeirri stöðu núna að það er verið að vista börn í fangaklefum af því að stuðlar brunnu. Já, en við erum auðvitað ennþá með þennan brunna á stuðlum sem var auðvitað úrræði sem var notað í fanginu og það er nú verið að flýta uppbyggingu þar til þess að reyna að koma okkur úr því að þurfa að vista börn í fangaklefum. En við sem höfum fylgst lengi með, við vitum alveg að, þú veist, við erum í raun og veru alltaf að ræða sömu hlutina svolítið, sko. Og kannski er það þannig að það auðvitað ekki hægt að búa til því fullkomna kerfi. En mér finnst hins vegar að við séum í þeirri stöðu að við erum bara svolítið einhvern veginn núna að ræða afleiðingar af áratuga vanrækslu í uppbyggingu bara heilt yfir svona geðheilbrigðismála hérna á Íslandi. En það er auðvitað verið eins og Stefán er að nefna, bara svo ég megi klára með einni setningu. Þetta snýst ekki starfsfólkið á út á akrinum, sko, því að við erum með alveg frábært fagfólk í stofnunum og út allt, sko, en það vantar einhverja fínstillingu í kerfið og örugglega náttúrulega meira fjármagn eins og alltaf, sko. Pétur Gunnarsson, hann var hérna við þetta borðum daginn og hann var að velta því fyrir sér hvernig stæði á því að við ráðum ekki við neitt. Við ráðum ekki við það að reka lögreglu, við ráðum ekki við það að reka fangelsi, við ráðum ekki við það að reka sjúkrahús. Okkur er algjörlega og ómögulegt orðið að hafa sæmilegt kontról á þeim börnum í skólakerfinu sem eru uppvörslusum og hann spyr hvað er það sem að gerðist? Hvernig stóð á því að örfáum áratugum þá breyttist þetta samfélag svona rosalega mikið? Og þá náttúrulega fyrst af öllu fyrsta lögreglan, hvernig gengur að útvega fjármagn fyrir fleiri lögregluþjóna?
Það gengur bara ágætlega. Það var eitt af fyrstu verkefnum sem þessi ríkisstjórn fór í. Það að fjölga lögreglumönnum með 50 og það bara 50 á þessu ári í fullum gangi. Þetta auðvitað bara hluti af því að búa til svona kannski aðeins meiri öryggiskennd hjá fólki. En auðvitað þegar við erum að fara áratugi eftir í tíma þá auðvitað ekki hægt að horfa fram hjá því að það voru rosalega miklar samfélagsbreytingar. Okkur hefur fjölgað auðvitað mjög mikið. Landið hefur opnast með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgja. En það samt þannig að við erum með þessa tilfinningu rosalega ríka í okkur að við séum ekki að gera nógu vel og við þurfum bara að takast á við það en maður hefur átt svo mörg samtöl við fólk sem að vinna í meðferðarkerfinu eða í geðheilbrigðismálum þú veist á vettvangi borgar og sveitafélag og annað, maður veit að fólk alveg fullt eldmóðu og vill gera betur en það sem að þú ert að vísa eru þetta bara alveg gríðarlega mikla svona samfélagsbreytingar á ekkert mjög löngum tíma og því miður hafa innviðirnir okkar ekki fylgt með það bara þannig. Má ég aðeins kom inn á þetta með börn með fjölþættan vanda og af því við ræddum þetta mikið inn í velferðarráði og talað störukeppni það sem mér finnst einkenna starf mitt í borginni þessi eða þennan tíma sem ég hef verið þessi togstreita hvað borgin á að greiða og hvað þjónustu hún er að veita og hvað ríkið er að veita og við erum, ég veit ekki hvaða margar skýrslur hafa komið þetta börn með fjölþættan vanda meðan það var bara 2 skýrslur meðan ég var í velferðarráði 23 og 24 og þannig bara einhvern veginn algjörlega maður vissi alveg að það var áhugi hjá fyrirverandi ríkisstjórn kannski Ásmundi, ég veit það ekki en einhvern veginn komu ekki lausnirnar og eins og Reykjavíkurborg og önnur sveitafélag þetta gríðarlega dýrt, þetta svokölluð 3. stigs þjónusta sem svona og líka ríkið að sinna heilbrigðisþjónustu og það ekki fyrir núna að við bara sögum ekki fleiri skýrslur takk fyrir, bara farið að gera eitthvað og sem betur fer, ég var nú að hlusta á fjármálaráðherra, hann Daða og ríkisstjórnin búin að segja við ætlum að taka þessa þjónustu og greiðana en auðvitað það sorglega að úrræðin eru að fá og þar hefur við sofið á verðinum þetta bara svona eins og með ofbeldið og með geðheilbrigðið ég meina biðinn á bugl og þú veist við þurfum að fara að taka verulega á og ég ætlum að mér finnst svona meira lífi þessari ríkisstjórn. En voru það líkar skýrslurnar sem komið 23 og 24 og niðurstaðan kannski svo saman? Já, nei, ekki jú, það voru svipar, að vandi væri gríðarlegur en það voru svona bent á, það má segja að skýrslan 24 var aðeins lausna miðaðri, kom með ábendingar en samt, þú veist, þetta bara skýrslu síðan 2013 og fyrr og barnaverndin hefur alltaf verið að fækka úrræðum fyrir þá og nota bene þetta eru sveitafélagin hafa verið að senda þessi veiku einstaklinga í rándir einkareikin úrræði sem eru ég hef gagnrýnt fyrir að þú veist, en við höfum ekkert annað og ég tek undir með Sigmari og þú veist, það fullt af góðu fólki sem að vinna út allt en okkur vantar líka fleiri sérfræðinga. Bara örstuð þú veist, við erum með foreldra sem eru með börnin sín í gríðarlega alvarlegri stöðu, kannski komin í mikla fíkniefnaneyslu, til dæmis ungar stelpur sem í þeim heimi, þetta er alveg skelfilegi hlutir sem þar eru í gangi gagnvart þeim. Og það eru bara dæmi það að foreldrar fara með börnin sín í meðferð í aðrar heimsálfur þar sem að þau fá gott atlæti og annað vegna þess að það ekki eitthvað sem að grípur hér og þá eru foreldrarnir í raun og veru að reyna að verja börnin sín þannig að koma þeim frá svona vinamenginu eða einhverjum eldri mönnum sem hafa verið að misnota til dæmis þessar stúlkur. Hvað á fólk að gera? Hvað myndum við gera sem foreldrar? Allt sem við gætum. Allt sem við gætum og þá þetta stundum af því að þetta neyðarástand, það þarf að koma barnin úr aðstæðunum núna og það ekkert sem grípur þau hérna
að þá fólk bara farið að fara með börnin sín til útlanda í skjól og maður skilur það, en síðan blasir veruleikinn við þessu fólki að kerfið okkar segir, heyrðu, nei, það var nú ekki haft samráð hérna við sjúkratryggingar þetta og þar af leiðandi getum við ekki niðurgreitt þetta og það er alls konar svona það er alls konar svona ég meina við ætlum að reyna það við ætlum að reyna að gera betur en þú veist, bara þetta auðvitað bara umræða sem búin að vera í gangi ansi lengi og hérna ég skil eiginlega ekki alveg ég get alveg skilið það stundum að kerfin geta stundum þunglamaleg og það hérna er erfitt að breyta þeim til samræmis við einhverjar breytingar í samfélaginu eða eitthvað slíkt. En munurinn þarna á milli í dag, hann er bara svo mikill miðað við allt umtalið þennan málaflokk, sko, börn í viðkvæmri stöðu og allt þetta. Við erum svolítið úrræðileg. Sko. Stundum líka munurinn á sko, einmitt umtalinu og síðan þær fjárhæðir sem í rauninni að ræða. Ég meina, það er óboðslegt mál að sko, fjölga sérfræðingum. Ég meina, að fá það tekur tíma. En önnur viðfangsefni er einhvern veginn eitthvað sem að virka bara eins og úrlausnarefni, eins og það að það hafi kveiknað í húsi fyrir mörgum mánuðum og í dag sé sko verið að vista einhvern í fangaklefum. Ég meina við erum nýbúin að koma heilli Grindavík fyrir bara að því að það sem við gerðum bara nánast á einni nóttu þegar að fóra að gjósa. Og það er náttúrulega ferlega dapurt að svona flöskuhálsar séu enn að trufla. Sérstaklega þegar að menn sko vita á því að þetta eru afleiðingarnar. Já. Og þú þarft að taka eitthvað krakkaró og henda því inn í sko strípaðan fangaklefa og læsa inni. Það er aldeilis ótrúlegt að við skulum vera á þeim stað. Já, ömurlegt. Skelfilegt. Já, alveg ömurlegt. Þetta er svona upplýfgandi sunnudags og Trump og síðan er það hérna vandinn og ofbeldi og það er að gera bara jákvæð. Já, það fólki niður svo úr því að það er svona komin svona vor. Ég er nú alltaf að hrósa ríkisstjórninni, sko. Ég vona að þetta hafi einhver áhrif. Já, en hérna það er einhver óljósar fréttir með hérna af hverju sendiráðu okkar í Moskvu var lokað. Hvað segir þú utanríkismálanefndinni? Veistu hver Það má ástæðan ekkert var? segja. Nei, við erum alltaf stundum bundin trúnaðum ákveðna hluti en þetta er að koma þetta í ljós þetta með þessar ógnanir sem að fólk var fyrir úti það fylgdi ekki sögun á sínum tíma þegar það var lokað þannig að hérna, það voru allir mjög hugsið á sínum tíma af hverju þetta var gert en það var náttúrulega bent á það á sínum tíma að hérna, sko, meðan að önnur ríki sem að við berum okkur sama við voru að draga úr umfangi sínu í sendiráðum og þá var okkar sendiráð svo lítil að við annarkvort lokum eða, þú veist, þegar eru örfáir starfsmenn, sko. En þetta er ekki gott að lesa þetta, hvað þarna hefur verið í gangi og ef það er þannig að það er ekki hægt að tryggja öryggi fólks og það eru auðvitað skylda hérna þessi ríkis þar sem sendiráðin eru að ganga þannig úr skugga að það sé allt öruggt. En þetta er auðvitað, þessi angi málsins er auðvitað að koma bara svolítið í ljós núna nokkuð löngu seinna, sko. Sem kalla náttúrulega umræður næsta mál á dagskráninni sem er hvernig eigum við að halda áfram sambandi við vin okkar Rússa? Já. Hvað segir þið það? Aftur, sko, það eru allir á því, Stefán. Ég vildi náttúrulega ekki loka sendiráðinu, sko. En þá vissum við ekki, nei. Þá vissum við ekki. Nei, ég hérna þetta er auðvitað eitthvað svona öryggisatriði líka að vera kannski ekki alltaf að segja alla söguna, sko, en það er auðvitað bara gagnlegt fyrir okkur að vita þetta í dag. Almennt séð, sko, ég held að það sé ekki vænlegt í alþjóðapólitík að vilja bara tala við einhverja sem eru sammála manni eða eru manni vinveittir. Ef hugmyndin með sendiráðum er að hafa þau bara í hérna nánum vinalöndum þar sem er hægt að setja upp einhverja menningarhátíður og vera með kokteilboð, þá er þetta nú frekar tilgangslítið. Ég held að sendiráð séu því mikilvægari sem að samskiptin eru brothættari og erfiðari. Ég held að mér hafa nú orðið svo margsaga og komið svo ýmsar útgáfur af því hver hafa verið hugsunin með hérna þessari sendiráðslokun sem hefur sko
ýmist verið réttlætt á ólíkum tímum sem sko hörð skilaboð til rússneskra stjórnvalda yfir í að vera aftur einhver svona diplomatískur línudans í að skrúfa niður eða beinlinni sparnaðaraðgerð eins og hún var á einum tímapunkti kynnt. Núna höfum við fengið þessar fréttir í mjög hálfkveðnum vísum og það er hluti af vandamálinu hér á Íslandi. Þá er svo hefð að umræða utanríkismál á vettvangi pólitíkurinnar, hún er nánast alfarið bundin við utanríkismálanefnd. Hún fer mjög sjaldan inn í þingsali og allt sem gerist inn í utanríkismálanefnd er með trúnaði. Þannig að íslensk stjórnmál hafa dálítið svona bara útvistað umræðu utanríkismál til svona sjömannahóps þingmanna sem bara svona klára málin í einhverju einu herbergi. Ég hef lengi verið gagnrýninn á þetta, en væntanlega verður það nú bara það hvað gerðist nákvæmlega og í hvaða tímaröð varðandi þessa lokun á sendiráðinu, það verður verkefni fyrir okkur sagnfræðingana. Já, ég var náttúrulega ekki í utanríkismálum þegar að þessi ákvörðun var tekin, en hlutverk nefndarinnar eru auðvitað að vera samráðsvettvangur fyrir ríkisstjórnina, vera svona til taks í mikilvægum málum og annað, en þetta að koma upp svolítið seint, en þetta getur lokunin líka, og ég tek það fram, ég var auðvitað ekki í nefndinni þegar að það var verið að ræða þetta þar væntanlega, þetta getur auðvitað verið samspil af þáttum, þar að segja að það er verið að senda skilaboð, en á sama tíma er ekki hægt að búa til þannig umhverfi að fólk sé öruggt þarna. Nei, sko, en ég er nú reyndar þeirra skoðunar, það er auðvitað voðalega erfitt að eiga eitthvað mikið samtal við Rússa á meðan þeir eru í miðju innrásarstríði gagnvart Úkraínu, sko. Það finnst mér nú vera bara svolítið afleiðingarnar á lokuninni bitnaði svona Þórdís Kolbrún, Reykjavíkur Gísladóttir, það voru margir ósammála henni að hafa stigið þetta skref að loka sendiráðinu en hún gat ekki þá skýrt mál sitt, sko. En ég skil það ekki alveg, akkur má þetta, getur skýrt það út fyrir mér, akkur má þetta koma fram núna en ekki þá. Það er lekið einhvers staðar. Já, það er lekið einhvers staðar, en mér finnst þetta svo skrítið, sko, að akkur má ekki segja frá svona hlut, það finnst mér mjög einkennilegt og svo finnst mér þetta náttúrulega mjög einkennilegt að það sé ekki meira að fólk hafi ekki getað valsa þarna inn í sendiráðið, bara talandi það að maður fer inn í þingið, þá fer maður í vopnaleit og skila töskunni, þetta er svona svolítið sérkennilegt að það sé í raun og veru að þetta hafi verið hægt með þessar lýsingar sem maður hefur heyrt. Þeir voru ekki mikið að hringja dyrabjöllunni þarna, sko. Nei, og fóru heim til fólks og þau starfsmenn sendiráðsins urðu varið við það hafði einhver verið inn á heimilinu þeirra. Þetta er samt allt með mjög, þetta er allt verulega óstaðfest, þetta er úr bresku slúðurblaði og mjög brotakennt einhver frásögn af því að það hefur verið skilin eftir kjötsneið í ískáp hjá grænmetisætu, þú veist, bara... Þetta er hálf fyndið, sko. Já. Þetta er bara svolítið svona... Einhvern veginn bara absúrt, sko. Það breytir engu það, sko. Við þurfum náttúrulega að taka upp aftur samband við Rússa og ég er ekki sammálaður, kæri vinur, að það átt að hafa þetta sendiráð áfram opið. Það á að tala við menn, jafnvel þó þau séu illþýði á vígvelli. Við erum búin að vera í sambandi við Rússa, sko, frá því byltingu. Þá erum við búin að vera í ágæti sambandi og viðskiptum við Rússa og við áttum ekki að gefa það eftir, við áttum að hafa sendiráðið opið, við áttum að hitta reglulega starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Rússland og segja, elsku vinir, þetta er vitleysa sem þið eruð að gera, við höfum verulegar áhyggjur af okkur. Vegna þess að það verður mjög erfitt að byggja upp þetta samband aftur og við vitum alveg hvernig þetta fór með efnahag nokkura fyrirtækja í landinu. Jú, en það er enga síður þannig að þeir ráðast inn í annað fullvalda ríki og það auðvitað verður að hafa einhverjar afleiðingar. Þetta er auðvitað, ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað auðvelt og klift og skorið og auðvitað sammála því að það er mjög gott að menn tali saman og það sé
eitthvað samtali í gangi, sko. Einkum En og sér í lagi við þegar- verðum með þetta stíga svolítið fast niður. Einkum og sérlega þegar við vorum ríki eina ógnar- landið. Við vorum eina landið sem að tók þennan pól í hæðina. Þannig að maður fær svona eiginlega daldið frekar á Með að tilfinninguna. loka, já, en það er eins og við átti höfum sér nú- hlaupið apríl, sko. Já, en í því. við erum þá skipta minnstakosti hópnum á svo fámennum. minnstakosti komið með eina skýringu á því af hverju það var gert, sem var þó auðvitað að það var ekki hægt að tryggja öryggi fólks, og svo líka þetta sem ég sagði áðan að okkar sendiráður auðvitað talsveit minna heldur en nágrannaríkjana, og það er kannski erfiðar að fækka í mjög fámennu í mjög fámennri einingu heldur en að er hjá öðrum löndum sem eru með einingarna fjölmennari. Ég hreinlega, sko, bara því að Ég er bara að rekja þær skýringar sem hafa komið fram, sko, ég bara man þessa ekki að atburðar á, sko, að það sem að hafði gerst þessa daga áður heldur en þessi tilkynningum lokun kom og eiginlega alveg upp úr þurru, að þarna hafði varð smá hvellur niður á þingi vegna þess að það voru breytt þetta snýrst tolla á kjúklingabringum. Hafði verið hérna kjúklingar frá Úkraínu sem hafði fengist að flytja inn til Íslands tollfrjálst sem einhvers konar framlag eða stuðningur Íslands við stríðsreksturinn, og þetta mæltist nú ekki vel fyrir af öllum hagsmunaaðilum, þannig að það var ákveðið að framlengja ekki þessa hérna kjúklingabringu undanþágu. Þetta var talsverður hvellur í fjölmiðlum og sérstaklega flokkur Sigmars barði vel á sjálfstæðismönnum fyrir þetta. Mundum gera enn í dag. Og þetta kom ofboðslega illa við flokk utanríkisráðherra sem að hleypur svo til daginn eftir og tilkynnir lokun á sendiráði til þess að sína nú hvað hún væri nú þráttur allt hörði í málinu. En misti þar leið möguleika á að verða formaður Sjálfstæðisflokksins. Sko, það var hérna... Það er bara kjúklingabringurnar. Sko, Jón Baldvin lenti í vandræðum út af hérna kalkunabringum, en nú erum við komin niður í kjúklingabringur. Ég veit ekki hvort það verði pólitísk skýring. Hvort það verði rjúpa, sko. Þetta ég er nú hrósa Stefánu fyrir gott pólitískt minni, því að þetta er alveg rétt, þetta var á sama tíma og hérna ég ætla nú bara að fá að segja það hér, mér fannst alveg galið að við skildum ekki geta flutt áfram inn einhverja kjúklingabringur sem er svona einhver stuðningur við atvinnurekstur í Úkraínu, sem að Úkraínumenn er að biðja að reyna að halda gangandi infrastruktúr í því landi, þú veist, halda svona framleiðsluvélum gangandi, þá var þetta svona eitthvað lítið úrræði sem að við gripum til, sko, en svo kemur auðvitað varstaðan hérna innanlands og þá skella menn í lá, sko, þú veist, og þetta skildi ég ekki þá og skil ekki ennþá, en núna hins vegar erum við auðvitað komin með þessa viðbótar frásögn af því af hverju sendiráðinu var lokað. Já og nei, því að ráðherra vill ekkert gefa upp það, heldur segir bara... Nei, því að menn eru líka auðvitað að reyna hérna passa upp á það er einhverjir svona öryggishagsmunir í gangi, sko. En þetta er alveg rétt, þessi tvö mál voru í gangi á sama tíma. Þetta er bara í delirium bubónis. Þetta hljómar svona. Maður sér það fyrir sér. Kjúklingabringurna svona, já. Við vorum svo smásmögulega, við gátum ekki einu sinni haldið áfram þeim stuðningi, þrátt fyrir allt talið um það að við ætluðum nú að standa með fólki sem er að verjast innrás, sko. Guðni Ágústsson skrifaði opið bréf, held ég örugglega á Vísi, stöðunni í Framsóknarflokknum og það sem hann er að segja raunverulega við formanni, þú er að gera eitthvað, maður. Það er við ég man ekki þetta 12 birtist líka í Morgunblaðinu. Já, Morgunblaðinu, auðvitað, já, Davíð. Svo étin upp á hinum. Já, 12-18.000 flokksfélaga sem að vita ekkert hvað er að gerast eftir þess að hörmul útkomu úr kosningunum, og hann var bara eiginlega biðla til formannsins að fara út að sjá sig og gera eitthvað innan flokksins. Og viltu núna að við förum í sakleys okkar að reyna að greina hvað er að gerast í iðrunum á Framsóknarflokknum? Já, takk fyrir. Nei, já, hvað hérna, er þetta ekki annað en það að Guðni Ágústsson er að láta bera á sér einu sinni enn. Já. Sem að hann þarf reglulega. Sko, Framsóknarflokkurinn er alltaf verið bara, hátíðlegur í huga Guðna. En núna kemur það bara sjálfviljugur fram og segir þú er að fara að gera eitthvað, við getum ekki beðið lengur.
En þú vill bara þetta sé sýniþörf. Nei, ég meina það er það í bland. Allur ferill Guðjón Ágústssonar eftir að hann hætti á þingi hefur einkennst af því að hann vill helst vera einhvers staðar hátt upp á flaggstöng og láta vinda blása sig og hefur ýmislegt að segja, ekki alltaf gáfulegt, en það er gott að það er málfrelsi í landinu. En hvað varðar Framsóknarflokkinn, þó ég ætla nú ekki að fara að gerast málsvari hans, þá held ég að það sé náttúrulega þurfi menn þar að bæ, þeir þurfi náttúrulega að hugsa eitthvað sitt ráð og reyna að átta sig á því hvort að þeir ætla að halda áfram starfi eða bara deyja drottni sínum. En það er ekki fyrsta skipti náttúrulega sem það gerist að flokkar fá einhverja uppdráttarsýki og hafa hjarnan við, sko. Já. En þetta var einhvers konar áskorun, klárlega. Já, ég að segja það. Hann var ekkit svona penni, hann bara, nei, hann eiginlega krefst. Nei, og svo set ég spurningamerki við, sko, líkingamálið hjá Guðna í greininni því að hérna, ég hefði, hann talar að, sko, ég hefði í hans sporum talað það að flokkurinn væri komin á bráðamóttöku eða einhvað slíkt. En hann talar það að flokkurinn sé komin á líknardeild og þú snýrði ekkert aftur af líknardeild, þannig að ég held að hann hafi svona pínlítið miskilið struktúrinn í sjúkrahúskerfi landsins, en hérna gott og vel. Eða stöðumættið hans og Framsókn bara svona? Mögulega, bara mjög kaldri við það. Það er bara næst kistulagning. En það er, og maður upplifir það alveg að nú hefur maður bara í gegnum sinn vinnustað afskipti af svona reykvísku framsóknarmönnunum og þeir eru afskaplega aumir og hluti, og það er náttúrulega mjög magnað. Ég meina Framsóknarflokkurinn nær engum þingmanni hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvorki í Reykjavíkurkjördæminum né í Kraganum. Mælist áfram ofboðslega lágur í Reykjavík sem að veldur síðan taugaveiklunar viðbrögðum sem að skilar því að flokkurinn er dottinn út úr meirihlutanum í borginni og við sýnumst að hluti Framsóknarmanna kenni formanninum mjög eindregið þetta og lítið svo á að þingmennirnir og ráðherrar gömlu ríkisstjórnarinnar hérna á höfuðborgarsvæðinu, þeir séu svona saklaus fórnarlömb í þessu máli öllu saman og hafi ekki borið sérstaka ábyrgð á því hvernig fór. En á móti kemur að Framsóknarflokkurinn fékk þó 2 þingmenn í kjördæmi formannsins. Þannig að þá hlýtur maður að spyrja sig, er hann augljóslega eina vandamálið í stöðunni? Já, ég meina, það er oft svolítið erfitt að svona, maður kann auðvitað ekki alltaf á svona hvað er í gangi í öðrum flokkum. Nei, þú veist, ég meina, það er bara alls konar svona hlutir sem að engir skilja og sjá nema bara flokksmenn og flokkstofnanir og allt þetta, sko. En ég lesi þetta nú bara þannig algjörlega óháð grein Guðna að það er auðvitað bara eðlilegt eftir síðustu kosningar, það verður alveg heilmikil breyting á pólitíska landslæginu. Bara heilmikil breyting, sko. Það var hrein ríkisstjórnarskipti, það eru flokkar að stækka mikið sem að áður höfðu verið talsveit smærri og svo öfugt, sko. Þetta auðvitað bara kallar á eitthvað endumat í þeim flokkum sem að fengu þessi úrslit svona óþægilega í hausinn. Men þetta er auðvitað það sama og er örugglega að gerast inn í VG og hjá Pírötum og ég held að þetta sé svona bara það er náttúrulega borgarmáli, sko. Jú, svo kemur það ofan í þetta, sko. Ég held að þetta sé, það er ekkert óeðlilegt við að þetta sé í gangi. Meina, kostingarnar höfðu miklar afleiðingar inn í Sjálfstæðisflokkin líka, sko. Þetta er en hvað vakti fyrir Guðna við þessa grein, sko, ég hef nú tekið eftir því að það eru nú sumir að setja samansemmerki á milli þessar greinar og svona því að Lilja Alfreðsdóttir hefur verið áberandi svolítið í fjölmiðlum. Ég veit ekkert hvað er til í því, sko. Nei. En flokkar eru bara í einhver endumati eftir erfið kosningaúrslit, sko. Ég held að sé ekkert óeðlilegt við það í sjálfu sér, sko. Og það hitnar auðvitað undir formönnum hvernig svo sem að spilast, hvernig svo sem spilast úr, en það er alveg rétt hjá Stefáni, hann fekk þeir fengu 2 menn í 2 kjördæmum og 1 í 1
Þannig að Sigurður getur nú væntanlega alltaf vísa í það. Já, en það sko, leiðin út úr þessu, hún getur verið svo erfið, þetta svo bratt sem þarf að gera fyrir flokk sem komin, Halldór Ásgeirsson. Hann sagði það sér bara bæði formennsku og forsætisráðherraembættinu vegna slælegra útkomu Framsóknarflokksins í sveitarstjórnarkosningum. Mér langar aðeins að tala þetta, maður fann alveg fyrir þessu eftir þessa útkomu. Ég tók nokkuð virkan þátt í kosningabaráttunum fyrir Alþingi og maður fann alveg líka bara í vettvangi borgarinnar og umræðinni að þeir voru vængbrotnir og miður sín eftir þessi kosningaúrslit og þetta fór eins og það fór náttúrulega núna. Ég tek við sem oddviti 21. janúar því Kolbrún fer inn á þing og Dagur fer út og 21. febrúar þá skrifum við undir samstarfsyfirlýsingu. Þetta hlutirnir hafa breyst gríðarlega mikið og maður finnur að þau eru svona eins og þú veist að lýsa á Alþingi, þau eru að svona máta sig í stjórnarandstöðunni og ég held að þetta sé gríðarlega erfitt því að Framsókn hefur verið svo lengi í stjórn, reyndar ekki í borginni, en maður sér þetta líka í þinginu, fylgist nokkuð vel með þar. En það sem svolítið sérkennilegt að þeir eiga, þetta svo erfitt að því þeir eru búin að koma sér svo víða inn í kerfið og maður sér þetta til dæmis í samband íslenskra sveitafélaga. Þar eru þeir til dæmis í stjórn með meirihluta og í flestum sveitarstjórnum, það Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur og það er til dæmis mjög athyglisvert að reyndar núna í fyrsta sinn var Viðreisn að fá í kjördæmum út allt land, það er ekki rétt hjá mér, en til dæmis það er enginn í stjórn frá Viðreisn í samband íslenskra sveitafélaga og það er bara Framsókn og Sjálfstæðismenn. Og svo reyndar formaður frá Samfylkingu en þeir eru gríðarlega öflugir svona út allt land og þá er þetta svolítið pirrandi að hafa ekki í ríkisstjórn og ég ætla samt bara að fá að halda því til haga sko, þessir flokkar tveir, þeir eru auðvitað búin að vera við stjórn nánast allan lýðveldistímann saman eða í sikkur lagi eða hvernig þannig að ég er ekkert ég meina hvað maður segja, samúð minn er ekkert eitthvað ólega mikið með þessu ástandi. Það er bara hollt fyrir alla flokka líka verið í stjórnarandstöðu og kerfið okkar eru þetta bara þannig uppbyggt að það verða valdaskipti og það verða breytingar eftir kosningar og annað en þetta er örugglega svolítið erfiður veruleiki að fóta sig í svona fyrstum sinn eftir svona langa valdasinn. Innanflokksátök eru svona oft skemmtileg fyrir okkur hinn sem stöndum utan við hann. Já, erfitt að lesa í þau þegar maður ekki í flokknum og kann ekki fylkingar og allt þetta sem menn skrifa svona opið bréfi eins og Guðni þá fer ekkert milli mála. Já, eins og Jón Gunnarsson við rétt fyrir formannskjör hann var nú líka eitthvað að hnýta í Guðrúnu og það er alls konar í gangi. Herri, við erum búin að sitja hérna í klukkustund og það er rétt rúma. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Stefán, Páll Baldvin, Sigmar og Helga og ég er ekki alveg viss hvað tekur við, en það er eitthvað sem tekur við hérna eftir augnablik. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni.
Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.